Sigurður, þeir segja hér í eina tíð hafi þitt annað lögheimili verið Laugardalshöll. Týndi sonurinn að snúa heim þá núna? Já, það er nú ekkert svo langt síðan ég fór þarna og mér finnst gaman þarna, vil vera þarna oft. Kannt vel við þig þarna á þessum fjölum? Já, þetta er skemmtilegt. Þið búið að ganga vel í höllinni á þjálfaraferlinum. Eitthvað öðruvísi við þessa ferð en fyrri ferðir? Nei, ég tengi það ekkert við það. Þetta verður strembir leikur, mikill leikur, skemmtilegur leikur og við erum bara fulla að reyna að undirbúa okkur undir það. Þetta Grindavíkurlið, hvernig birtist það þér svona fyrir átökin? Þær eru góða, þær eru náttúrulega með fullt af góðum og reynslumiklu mönnum og eru búin að vera að spila vel. Það er svolítið upp og ofan, svolítið eins og kannski önnur kvennalið en á góðum degi það mjög góður. Stöðlastjórar þessa lands, þeir veltaði mikið fyrir sér hvort Carmen verði með. Verður hún að minnsta kosti í búningalegdi? Nei, hún er ekkert með, hún er bara alveg út og við vitum ekkert hvað verður hana á næstunni. Þannig að mögulega tímabilið fyrir bí eða hvað, eða á hún ekki von á að ná sér á næstu 2-3 vikum? Ómögulegt að segja núna. Þetta var svolítið mikið þannig að það kemur bara ljós í úrslitum. Við erum svo sem ekkert að spá í það núna, hún var allavega ekki með á laugardaginn. Þannig að við undirbúum okkur bara undir það. Skarð fyrir skildi en engu að síðar, það vantar ekki kanónurnar í þetta Keflavíkurlið sem þú getur gert kröfu á að dragi titilinn heim? Markmiðin okkar breytast ekkert í þessu leik, hvort sem hún er með eða ekki, eða við erum með fullt af mönnum og fullt af ungu stelpur sem virkilega langar að vinna, þannig að við setjum bara það kröfu að við gerum það. Sigurður, sonur Laugardalshallar, góða skemmtun og gangi vel um helgina. Takk fyrir það.